Jæja, góðan daginn. Góðan daginn. Og velkomin á annan vorfund dómara GSI 2024. Þannig að heyrist ekki alveg örugglega í mér út á landi á miðin. Sigrún. Bara vera viss. Já, heyrist í mér. Ok. Þá byrjum við. Og bara svona áður förum á stað og þá langar við þess að bara vekja athygli á því hér í salnum aðalega. Fundurinn er núna í streymi, tæknin er komin í gang og við skulum reyna að muna eftir í umræðum að ef þið eru með spurningar á sala getur við þurfa að endurtaka svo þið heyrist. Reyna að hafa bara í huga, fara ekki í ómikla svona beggjamanna tal út í sal. Hann er tekin upp fundurinn, ég var að setja í gang upptöku og við munum gera hann aðgengilegan á vefnum eftir helgina. Ég setti þarna svona fyrir bara disclaimer hana, sem er kannski alveg óþarfi en efni fundast með fyrirliggjandi gögn 10. maí. Við vorum í miklu stressi að fá gögnin frá GSI, fenguðu í gærkvöldi. Þeir voru séruð reglugerðana í gærkvöldi þannig að ég verið að viðra vilja fyrir verkið samantekt og svona en ég held að við höfum náð þessu öllu. En það var mikið að gera hjá mörgum og þetta var bara komið í lag núna. Mér langar til þess að dagskráin er þessi. Við ætlum að svona aðeins stutt kynninga á dómarnefndinni, bara að vita hverjir eru í nefndinni í dag. Síðan ætla ég að fara yfir reglugerð GSI móta 24, yfirferð og kannski umræður. Ég ætla að nálgast þetta á kannski annan hátt en við höfum gert undanfarið. Við höfum farið yfir breytingarnar eingöngu. Við erum langar þess að fjalla reglugerðina og hlutverk og tilgang þeirra og hvernig að snýra að dómarum. Hvað við þurfum að einbeita okkur að varðandi reglugerðina. Já, það er ýmislegt þarna sem ég veit að kannski flest hérna þekkja, ég veit það ekki, en það eru margir örugglega sem ekki átt að staði mikilvægi þessar reglugerðar. Aðeins að tippa því og fara svo í breytingarnar. Því að breytingarnar slíkar ekkert rosalega miklar, við komum að því á eftir. Síðan ætlar Sigurður Geirsson að fara yfir staðareglur, keppnisskilmála, hegðunarreglur, leikhlaðareglur og svona annað sem kemur á mótunum. Hinn Sigurður, við ákveðum að hafa þetta einfalt, þannig að þegar ég hringi dómarnefnd og segi bara Siggi að hann ætla að fara yfir útlendu dómara á GSI-mótin og hvernig þau eru og svona ýmislegt í kringum það. Sigrún ætla síðan að fara aðeins í fræðslumál og fleira, koma svona almennt og svo ef það er einhver annar mál sem við viljum fara yfir. En bara örstutt kynning á dómarnefnd, þið sjáum mig sannlega ekki í mynd eða hvað. Þannig að ég er Bergsveinn, ég er að vinka núna. Ég er Bergsveinn Þórðarson og er í dómarnefnd ásamt Sigurði Geirssyni og Sigurði Hallbjörnssyni. Varamenn í nefndinni eru Sigrún Eir, Davíð Baldur og Tryggvi Jóhanns á Akureyri. Davíð og Baldur og Sigurði Geirsson er í Mosó, Sigrún er í Bakkakoti. Nei, ég bara hvað klúb er því? Já, ég bara að reyna að færa þetta í Bakkakoti. Nú í Setbergina, ég er til litli velli. En Tryggvi er á Akureyri og Sigurður Hallbjörns er í Vatnsleysu. Það er eitthvað rétt. Ég er í GKG. Og í Samkeppnisklúbbnum líka. Það er svona auka held að við erum að dæma fyrir bara svona gamla. Settum inn í klúbbinn. En við skulum bara vinda okkur í dagskrána og ég ætla að fara sér yfir reglugerðir, breytingarnar á þeim vegna GSI-móta og breytingar vegna GSI-móta. Ég ætla að byrja á því að fara yfir mikilvægi reglugerðina. Þessar reglugerðir eru oft svona kannski lítið með átta bara sem einhver skjöl sem að mótstjórn þarf að lesa. Það er eitthvað sem er bara svona fyrir GSI. En dómarar þurfa að kynna sér vel
það reglugerðir sem gilda þau mót sem dæmi. Þetta alveg lykilatriði. Og ástæðan er alltaf margar, en reglugerðin að taka á svona ýmsu þáttum eins og hvernig keppnisfyrirkomulagið er. Það getur verið sérstakar reglugerðir sem ekki í keppnisskilmálum, það er oft í reglugerðum. En það sem skiptir okkur máli sem við byrjum á, að það til eitthvað sem heitir móta- og keppendareglur GSI. Það vil lesa það skjál. Það gott að það meiri hluti. En þessar reglur, það ekki víst að menn átti að sjá það gilda öll opin mót sem háður innan vébanda golfsambands Íslands. Það náttúrulega til reglugerð opin mót. Opin mót er golfkeppni, skipulögð og haldin af GSI og eða aðildarklúbbum þess. Þar sem fleiri en einum golfklúbbi eða félögum úr fleiri en einum golfklúbbi er heimil þátttaka. Þannig að þetta öll opin mót. Hjóna- og parakeppni, ekkomótið, whatever. Allt þessi opnu mót, þá gildir þessi mót og keppendareglur GSI. Það líka eins og í Íslandsmótum í sveitakeppnum og svona. Já, sko, þessar reglur, það tala að þetta gildir líka í Íslandsmótum og fleiri, það er ein reglugerð sem heitir mót- og keppendareglur GSI, sem að síðan eru reglugerður Íslandsmótin og annars slíkt. Þessi reglugerð tekur á, hún segir ef ekkert annað tekið fram í reglugerðum eða keppnisskjölum, þá gilda þessar opin mót. Þannig að þetta er svona varnaglinn sem að er svona öryggisnetið fyrir neðan. Þessar reglugerðir, það taka á þáttum eins og hvernig jafntefli er leyst. Það er í reglugerðunum. Hverjir hafa þátttöku rétt í mótum. Ég var að ræða það eitthvað meira. Það komin, þetta er ekki alltaf með golf.is, það komin úrskurður frá áfrýjun og dómstólu út af setukeppninni. Komið í gærkvöldi inn á niður. Allt búin að lesa hann. Þið í gærkvöldi það? Það komin á golf.is í gærkvöldi, með kærumáli setukeppni. Siggi, þetta búin að gráta mikið síðan? Það er ekki búin að sjá. Nei, það er bara fellt niður, en við vísa frá. Úrslitir standa bara. Það tala þáttökurétt út að það var erlendur ríkisborgar sem tók þátt fyrir Moses. Þarna í þessu tilfelli, þess að fara eitthvað fjallar sérstaklega það, þar er tekið fram í reglugerð hverjir hafa þáttökurétt. Og samkvæmt henni hafði viðkomandi leikmaður ekki þáttökurétt. En það var hægt að fá undan þá. Mótstjórn hefði getað heimilana með sérstökum fyrirtökum. Í mörgum öðrum mótum allavega er eina skilyrði að sé golfklúbb með forgjöf hafi búið á landinu í 3 ár. Það er ekki ríkisborgar í opnum mótum. En þetta þurfum við að lesa bara reglugerðum. Keppinarskilmálar liggja fyrir áður en keppnin hefst, það er skilyrði. Hvers eðlis er keppnin, hvenær lýkur skráning í mót, hlutgengi keppanda og það eru svona atriði svo kynja takmörkun, þetta kallaða mót, kvennamót og svo fjölbreytt mót kannski síðar, við það ekki. Þegar golfreglurnar koma að taka því með teigaval og annað fyrir öll kynin. En forgjafamörk er oft sett, aldursmörk, teigar sem skuli nota, hvort æfingar og hringir heimilagar án endurgjalds og það margt fleira í þessum reglugerðum. Staðarreglur skulu liggja fyrir. Þetta er svona grunnatriði. Og þetta er að liggja fyrir ef þetta er Íslandsmót, þá þurfum það að liggja fyrir áður en æfingar hringir hefjast. Nú aðeins meira reglugerðir. Það er reglugerð taka á hvernig skipulag keppnin er, til dæmis niðurlögur leikja í holukeppni. Ef við erum að halda holukeppni í GSI, þá er í reglugerðinni hvernig á að raða leikjum í holukeppninu niður.
þeir keppuðu hvern. Hámarksfjöldi þátttakenda getur verið þarna. Hvernig valin í mót með takmörkuðum fjölda. Þetta þarf að vera að komast fram, þannig að það sé ekki bara svona eftir á einhver svona geðþótt ákvörðun. Nú, almennar skyldur dómara að samkvæmt keppendareglunum að þær eru alveg skýrar eða þannig það meðal annars dómari skal tilnefndur hvert opið mót. Dómarar skulu haga störfum sín í samræmi við þær reglur sem dómanefnd GSÍ gefur út. Fulltrúi mótstjórnarnefndar og dómari skulu vera til staðar á móti þeirra. Það er ekki ástæðulegt samkvæmt reglugerðinni þessum keppniskeppnum að við séum með símadómara. Það er bara ef við ætlum að halda opið mót þá ber okkur að gera svona. Og dómar og starfsmenn opinna móta skuli tímalega fyrir mót ganga úr skuggum að allar aðstæður séu viðunandi og samkvæmt lögum og reglum. Segir sér sjálft en þetta er samt hlutverk dómaranna. Við okkur ber að fara yfir völlinn, eru merkingar í lagi og þetta þekkið nú flest sem að við viljum vera búin að fara yfir völlinn, skoða hvar vandamál geta komið upp og reyna að koma í veg fyrir þau þegar leikur hefst. Eins og Íslandsmótinu hjá Oddi. Þar voru einhverjar skellur við flatir sem að annars voru í toppstandi. Það var útbúin sérstök staðaregla lausn ef boltinn lá í skemmd í forgríni. Þá var lausnin út fyrir skemmdina en ekki staðan. Þetta var sérstök staðaregla. Það er góðið veg fyrir vandamál þegar mótið hefst. Allir sammála hvernig að leysa þetta. Það er gott dæmi eftir yfirferð á velli svona leysum við málum. Við erum núna með mót í gangi í GKG og opnarmót. Það er búin að vera framkvæmt yfir völlinn og það er búin að vera gróðursetja tré og setja staura á stög og milli og búa til eitthvað svona þétta þyrpingar af torfærum sem að öllu eigi ekki vera þarna. Þannig að við viljum setja fallreiti bara fyrir utan það. Þess að bara flýta leik með lendin í svona skógræktar dæmi og það er erfitt að finna lausn inn í. Alveg skott að taka bara að segja flýta leik, koma einhver útrústu, droppi hér og haldið áfram. Það er svona dæmi hvernig við viljum fara yfir. Nú, ég legg bara áherslu á að þið kynnið ykkur þessar reglugerðar og þær eru ekkert rosalega margar. Þetta eru reglugerðarnar sem eru á sett þetta innpart þess að þið getið haft svona yfirleitt ef við setjum þetta á vefinn. En hérna er slóðin inn á þetta, golf.is/reglugerðir og fyrsta sem ég var að vísa þarna, ég veit ekki hvað gerist þegar ég opna þetta, hvort það kemur þarna upp. Það er annar klukka. Já, það kemur í annar klukka. Ég get eiginlega ekki, þessi ég er ekki með held ég get ekki dregið þetta yfir. Nei. En hérna eru reglugerðir stigamót og lítið á mér, þannig að kíkja þarna. Reglugerðir Íslandsmót í golfi karla og kvenna, reglugerðir holukeppni og svo framvegis. Það er líka mikið reglugerðir mót unglinga. Breytingarnar sem voru gerðar eru flestar þar. Skulum bara fara yfir breytingarnar ef það gerðar á reglugerðum. Yfirleitt er þetta mjög smávægilegar breytingar. Þetta er svona svolítið form, það verið að breyta mótaröðunum, það verið að breyta uppsetningu unglingamótaröðana, breyta aldursmörkum, það verið að breyta áherslum í yngstu keppendunar. Kannski tekið eftir það eitthvað sem heitir Golf 14 eða lesið fréttirnar á golf.is að það er verið að taka yngstu keppendunar svolítið út fyrir sviga og reyna að minnka áhersluna á afreksþáttinn.
gerir það meira að svona ánægju og skemmtiþætti fyrir þessu yngstu. Þó eru mót sem eru með fulla þunga fyrir hann aldur, en ekki þessi golf 14. Það er meira, það verður svona golfdagur upp á Skaga í sumar þar sem áhersla verður mikið á þetta. Á skemmtilegheitin, hafa gaman í golfi, reyna að fá sem flesta inn. Þetta er mjög gott framtak, en það er líka keppt í Íslandsmóti í holukeppni og höggleik. Þannig að það er ekki verið að henda því neitt út, það er bara að vera svona búa þetta til. En reglugerð stigamótin er fyrsta breytingin sem er nefnd þarna. Það er bara stigatöflu breytt, hvernig það með að fá mörg stig fyrir hvert mót. Eitthvað sem við erum með kannski ekki að reikna út. Svo er reglugerð stigamót unglinga. Aldursflokkur er breytt, þannig að unglingamóturinn verður leikið allt frá 15 til 18 ára stúlkna á fyrsta. Og svo tilkynnt þannig hvað völlurinn skal vera langur fyrir piltur og stúlkur. Og svo verður líka veik sérstök verðlaun í aldursflokkum 15 og 16, 17 ára. Þetta er 15 og 18 ára verðlaun fyrir 15 og 16 og 17 ára. Þannig að þetta er svo framhaldum reglugerð stigamóta. Það er ekki að lesa þetta kannski alveg allt, en hérna það er verið að tala að þeir sem eru yngri 14 ára og þeir eru uppfylla miðmið fyrir 15 ára, þeir hafa heimilt að keppa í 15 til 18 ára og þá er lægsta forgjöf tilvísárinu notað til viðmiðunar. Ef þú vilt nota þetta þá þarf að tilkynna mótið áður, þá vil ég fá undan þá að keppa þarna og nýta undan þá að heimilt. Síðan er tekið fram í þessu niðurskurð, 36 holukeppni. Og líka hvernig að leysa á jafntefli, það er einhverja breytingar þar. Og síðan er stiklað á hvernig stigamestarinn er úrskurðaður. Nú, Íslandsmóti í holukeppni, þar er kannski ekki stærsta breytingin en, stór breyting. En þarna tala Íslandsmóti í holukeppni. Að samkvæmt reglugerð er heimilað verður að móti verið haldið hvort í sínu lagi, annars hefur verið karl og hins vegar fyrir konur. Það er búið að setja líka inn í reglugerðina að hámarksaldurinn þáttaka í hvorum flokki verður 84 í stað 42 ára. Og síðan er hann einhver viðauki sem ekki átti lengur við skipulag umferðar. Það er að því að mótinu er breytt. Og það sem þau eru búin að gera núna er það eru komið 2 reglugerðir. Þetta er ein reglugerð, það er búið að setja upp 2 mót. Það er sér holukeppni karla og sér holukeppni kvenna. Og mótið fer þannig fram að það er spilaður fyrst, ef maður rétt 36 umferðir, 36 holur. Held ég að séu 36 holur sem spilaðar og 16 efstu koma síðan í holukeppni. Þannig að má vera alltaf 84 sem komast inn, en það er bara höggleikur og svo er það topp 16 og síðan séu reglugerðinni hver áspilaði hvernig það raðast niður. Þetta er eiginlega svona stærsta og láti ekki mikið yfir sér þessi breytinga þá er eiginlega niðurstaðan að menn er að nýta þetta og þetta er kannski stærsta breytingin í mótahaldinu. Vil ég meina. Nú, síðan er var Íslandsmóti golfi karla og kvenna, það er verið að breyta stigalistum, þessi forgangi þeirra sem eru með stig á stigalista. Það voru 50 efstu, það er núna 42 sem komst inn út á stigalista. Svo er verið að tala aðaldeild sem er jafnvel neðsta deild hjá kvenna og það er sem fleiri 6 lið gátu í keppni verið leikinn 18 hóla höggleikur og ráðu úrslitum honum niður sveita. Á loknum höggleik var leiknar 4 umferðir í holukeppni en mót sér ákveður holufjöldi í hverju umferð. Þetta er þess að 9 hólur eða 18 hólur. Engin hámarksfjöldi var að fjölda lið í annar deild kvenna. Fyrirliði keppni í öðrum deildum verið óbreytt. Þannig að það er ekki að breyta miklu það er bara að vera að byggja þessu breytingum í annar deild kvenna. Nú síðan er bara það sýningur að Íslandsmóti í holukeppni í unglingaflokkum að þá er að breyta aldursflokkunum. Stúlknafólk 12 ára yngri, það er hámarksfjöldi 40
síðan þetta 15-14, það er að setja hámarksforgjöf á þátttökurétt í holukeppni, í unglingaflokkum. Hvenær er þetta miðað við þá þegar skráir þig? Einhver staður segir að, já, þetta er forgjöfið miðast við morgun að skráningu lýkur, ég held að séu leitt þannig. Þegar skráningarfrestur lýkur, morgun eftir þá er forgjöfin tekin. Það er svona það sem ég les í flestu reglugerðum. Nú Íslandsmót í golfi í unglingaflokkum 15 ára eldri. Það er þess að hámarksforgjöf 20 hjá strákunum og 20 hjá 15-16 ára og 15-17-18 ára. Það er ekkert munur þar á. Síðan er 70% niðurskurður. Eða segja 30% niðurskurður, það er 70% komast áfram. Það er svona, þetta er nýtt. Nú, Íslandsmót í golfi í unglingaflokkum 14 ára yngri. Að forgjöfraði rétt við þátttöku líkt og gilt hefur ákveðið mótsett hámarksfjölda leikmanna í hverju flokki. Og svo Íslandsmót golfklubba í unglingaflokkum 15 ára eldri. Það er búið að breyta þessu flokkum. Það er keppt í stúlknaflokki 18 ára yngri með 30 forgjöf og piltaflokki það sama. En í piltaflokki 18 ára yngri forgjöf 20 ára lægri. 16 ára yngri 30 lægri. Þetta eru allar það breytingar sem að koma reglugerðum fyrir árið 24. Þannig að aftur að bara endilega fara inn og kynna sér þetta og sérstaklega móta og keppendarareglu GSI. Það taka svolítið á þessu við erum að gera svona daglega. Ef við erum ekki á GSI mótum þá þurfum við að hafa þetta og þetta hjálpar okkur líka með hvað þarf að vera til staðarreglur, keppnisskilmálar og svo framvegis. Er einhverjar spurningar úr sal, eru þið að fylgjast með þarna? Nú, ef það er ekkert fleira, þá hef ég eiginlega ekki meira að segja. Þetta er þessar breytingar, eins og segir, það voru ekki miklar. En ég vildi samt aðalega leggja áherslu á mikilvægi þess að menn lesi og kynni sér reglugerð. Nú, þá ætlar hann Sigurður Geirsson að taka við. Og fara yfir ýmislegt flokkunum. Já, það eru þessar hliðarreglur allar saman sem eru í notkun hjá okkur. Það byrjum á keppnisskilmálunum. Já, þetta hefur fæst til. Það er ekki, það ekki máli, ég segi ykkur bara hvað stendur þarna. En svörin sem við fengum frá GSI varðandi keppnisskilmáluna er það að keppnisskilmálarnir liggi ekki fyrir þá. Og af svarinu má skilja að það verði núna í ár samdir sérstakir keppnisskilmálar fyrir hvert mót fyrir sig. Það er svona ekki alveg það sem verið hefur því að það hafa verið settir einir keppnisskilmálar og þeir hafa bara gilt fyrir öll GSI mót sumarsins. En svona samkvæmt skeytinu frá henni Kristínu þá er ekki hægt að skilja það öðruvísi en að það verði gengið frá sér keppnisskilmálum fyrir hvert mót fyrir sig. Það er samt þannig að við eigum nú ekki von á því að það verði miklar breytingar frá keppnisskilmálunum frá því sem verið hefur. Þetta eru flest allt atriði sem að kortið eru í öllum mótum. Það getur kannski komið inn einhverjar svona áherslubreytingar, en ég á ekki von á að við sjáum miklar breytingar frá því sem verið hefur.
Keppnisskilmálarnir sem að hér eru uppi, þetta eru keppnisskilmálarnir eins og þeir voru í gildi í fyrra og það í fyrsta lagi þátttökurétturinn, þar sem vísaði bara í reglugerðina. Ég á ekki vona að við séum að sjá breyting á því. Skorkort skilað, hvenær það telst vera skilað og það getur vel verið að þarna fáum við einhverjar breytingar með hliðsjón af því hvernig aðstæður eru hjá hverjum klúbb fyrir sig og síðan hvernig jafntefli leyst og þar gætu við hugsanlega séð texta sem að fjallar það nánar hvernig leyst úr jafntefli. Við til dæmis hér, við höfum þá reglu að ef það jafntefli þá leikinn 10., 11. og 18. braut í bráðabana. Og ef það dugar ekki, þá förum við annan hring. Því að þetta svona þægilegur göngurhringur. Þá það með birtingu úrslita, hvenær teljast úrslit birt og ég nú ekki að við sjáum breytingar á því. Og síðan með skoraskráninguna sagði ég á von á því að við höldum áfram með þessi rafrænu skorkort eins og verið hefur. Þannig að ég á von á því að þessi texti verði áfram. Spurning. Já. Rafræn skráning. Þið þá með skráningu þar sem að menn velja sér ritara? Eða bara eitt kort sem að einn skráði fyrir holli? Þetta spurning hvernig mótið verður sett upp, sko. Já, en hafið þið notað þetta þar sem menn að velja sér ritara? Það hefur almennt verið í hér hjá okkur þetta þannig að það gildir almennt í almennaspilinu hjá kylfingum, en þegar að ræða mót þá getur einn keppandi fært inn skorið fyrir alla, en þeir þurfa að koma við í ákvörðslunni, fara í gegnum skorið sitt með ritara og þeim sem í ákvörðslunni. Og það ekki, hún staðfestir ekki kortið inn fyrir að þeir samþykkja. Bæði ritari og keppandi. Við höfum haft þann háttinn á. Og það hefur verið vandræðalaust hingað til. Og síðan úrskurðarvald dómara. Mér finnst þessi texti óþarfi en að þetta einfaldlega úr golfreglunum. Við samræðum við það. Stóð þar að vera að taka úr golfreglunum og setja inn í keppnisskilmála og staðareglur og svoleiðis. Staðareglunar, þær eru óbreyttar frá því sem verið hefur og ég sé þetta ekki á skjánum. Þarna við bara rennum fljótlega yfir þær reglur sem hafa verið í gildi, staðareglur. Það fyrsta lagi vallamörk. Hvernig eru vallamörkin? Þetta sú grein sem að mér finnst í flestum tilfellum aðeins þurfa að laga fyrir hvern völl fyrir sig, því að það eru mjög mismunandi aðstæður hvernig menn marka völlin. Það yfirleitt girðingar og eggir eða hvítir hælar og hvað þetta skurðar, stígur, sléttur og byggingar. Þetta mjög almenn lýsing og getur verið út frá henni ef ekki þeim betur merkt hvernig völlurinn liggur. Getur verið erfitt að ákveða hvort að völlurinn liggur hér eða þar. Við til dæmis erum við með þetta mjög einfalt. Það eru girðingar, hvítir hælar sem eru vallamörk og trjádrumbar það orðað vegna þess að þetta eru símastaurar eða gamli símastaurar sem voru sagaði niður og settir í endan á vellinum. Þetta ekki eiginlegir girðingastaurar
Og svo erum við með hérna göngustíginn sem liggur hérna meðfram vellinum sem eru vallamörk. Ég get ekki ráðið það út úr þessum texta að hérna fá völlin hér. Nú, vítasvæði, þetta er svona bara nánari svona skýringar finnst mér á þessu og þarna er að vísu gert ráð fyrir vítasvæði sem er bara merkt á annan veginn því að vítasvæði framlengist síðan í hið óendanlega í hina áttina. Það er ágætt að hafa það inn í staðarreglu og síðan er ákvæði það að gulir og rauðir hælar með hvítum toppi séu jafnframt bannsvæði. En þarna vantar finnst mér oft inn það sem mér finnst þurfa að setja í svona sértækar staðarreglur með hvaða hætti nota menn vítasvæðin. Við tókum til dæmis að ákvörðun hér öll okkar vítasvæði eru rauðmerkt. Það er engin gul vítasvæði á þessum velli. Það finnst mér þurfa að bæta við þarna. Grund í aðgerð sem heitir núna óeðlilegt ástand vallar. Það er eins og þarna með bláum línum eða bláum hælum. Þetta setur regluna fyrir klúbbana, hvernig á að merkja þetta. Og bláir hælar með hvítum topp, grund í aðgerð sem jafnframt eru bannreyndir. Og hvert að skemmda svæði sem mótstjórn eða tilnefndur fulltrúi hennar metur svo. Þá er það reglan brotna eða umtalsvert skemmda kylfu, þar sem þarf að vera í staðarreglu til þess að þetta sé heimilt. Og samskeyti skorinna gras að þakna. Þetta finnst mér að ætti að fara að verða aðalregla að leikmann fá ekki lausn vegna samskeytana bara því einu að þurfa að standa ofan á samskeytunum. Við erum með töluvert af samskeytum núna á vellinum þar sem hafa ýmsar lagfæringar átt sér stað og við notum þetta á þau svæði. Almennt erum við ekki að fá lausn á stöðu, þetta er bara bolti. Þú átt alltaf kröfu á lausn út úr grund í aðgerð eða þú þarft að standa inn í grundinni. Hvort sem þú þarft að standa vel eða illa. Já, en þetta nokkuð skilgreind sem grund? Jú, samskeytin sem slík eru skilgreind sem grund, en þó þannig að þú farir ekki lausn vegna stöðunar. Það er bara lega boltans og sveiflusviðið. Ef það truflar það tvennt, þá áttum rétt á lausn. Nú, staða hlutar, eru jarðföstu steinarnir komnir inn, auglýsingaflöggin og trjákurl í stígum eða beðum. Þannig eru skilgreiningar á þessum hlutum á einum stað. Mjög gott að hafa. Ég man ekki eftir nokkur öðru sem að þurfa að skilgreina svona á vellinum. Og svo óhreyfanlegar hindranir nærri flötum. Það er lausn frá því. Og þá er ég skilinni fyrir lausninni. Nú, það eru aðeins fleiri staðarreglur. Það eru tímabundnar óhreyfanlegar hindranir sem að í rauninni er ekki fyrir hendi nema þegar að GSI-mót eru haldin og GSI gefur með eitthvað flöggum eða öðru til að sýna á mótinu. Og kannski útsendingarturnar á sjónvarpi og annað. Já, það kemur líka tímabundnar raflínur og kaplar. Þetta tengist allt því. Og sjálfur sér sjálfsagt að veita lausn frá því að það þarf að vera í staðarreglum.
Og síðan hérna hvernig frestun leiks vegna hættulegra aðstæðna, hvernig það í framkvæmd. Og staðfesting skors í höggleik, þarna vísað til fyrirmyndar staðarreglu. Ef að staðfestingu leikmanns eða ritara vantar. Og akstur á vellinum á meðan umferði leikinn. Ákvæði reglur hvað það varðar. Æfing, þarna kemur þetta fræga ákvæði að æfa sig á þeirri flöt sem síðust var leikinn fellt út og það í samræmi við golfreglurnar að það heimilt að fella þessa æfingu út en það verður að gerast með staðarreglum og þetta hún. Síðan það hegðunarreglurnar og þá bara vísað til í rauninni almennar staðarregluna hegðun. Ef að við ætlum að nýta okkur það að vera með einhverjar reglur varðandi hegðun og geta nýtt þau víti sem að golfreglur bjóða upp á út af hegðun, þá verður að vera staðarregla hegðun. Og svo hérna í lokin, þá það leikræðin. Þar vísað til staðarregluna leikræða og síðan ráðgjafar í sveitakennum, hverjir þar geta sinnt í starfi og svo kylfuberana. Og þetta ákvæði aðalega það að þeir skulu klæðast vestum frá Golfsamband Íslands. Þetta í rauninni að mínu mati ætti að vera inn í keppnisskilmálunum en ekki inn í staðarreglum. En þetta staðarreglunar eins og þær og eins og við höfum verið að nota þær. Ég man ekki til þess að við höfum gert neina breytingar á þeim í fyrra heldur. Þannig að þær hafa staðið nokkuð óbreyttar lengi og þannig að þessi yfirferð svona aðeins bara rétt að skerpa á því hvað tekið á í staðarreglum. Nú, leikræðarreglunar, það bara svona að fara yfir það. Það þessar staðarreglur leikræða hafa einn galla, almennan galla og það það að til þess að framkvæma þessar staðarreglur, þá þurfum við að hafa mannskap. Og í allt og mörgum tilfellum þá höfum við ekki mannskap til þess að sinna þessum staðarreglum. Það lausna því. Bætaði fólki. Það eina. Það var nú. Já. Það náttúrulega verið að reyna að leysa þetta. Þegar þið gera þeim skylt að skrá spor eftir hverju honum í golfbox. Þá sjáum við það hvort að menn séu komið í stöðu ekki til. Já. Þá bara að fylgjast með þeim honum. Þið vitið það ekki að það inn í golfboxinu hitakort, þannig að þið getið skoðað hvort að leikmenn á tíma, orðnir of seinir eða allt of seinir. Það hægt að fá fram svoleiðis hitakort og við notum það mikið í mótunum okkar. Að hafa þau í gangi því þá sér maður strax hvar maður þarf að fara á völlin til þess að fylgja eftir leikræða leikmanna. Svo þar fyrir utan, þá verð ég nú að segja alveg eins og að sennilega einhver skemmtilegasta dómgæsla sem ég lendi í, eða hef lendi í, það var síðasta sumar á Íslandsmeistaramótinu. Sem var haldið hjá 8. Voru við ekki 8 þar? Var það ekki, Þórður? Og stuttarumból með þetta tíma. Já. Og stuttarumból með þetta tíma. Já, og stuttarumból líka. Þetta var, þetta það mót það sem að hefur ekki, sem ég hef verið á, sem að ekki var hægt að tala að vera skortur á dómurum. Dómarar yfirleitt mjög fljótir að bregða við. Þetta notuðum við þá líka til að ýta á eftir
hollunum. Og það passaði alveg að hollin voru alltaf á tíma meðan dómararnir voru með. Það er eftir að við sleftum þess að vandræðin byrjuðu. Segir manni það, við þurfum að senda dómara með hverju holli. Þurfum að hafa svona 20 dómara á hverju móti. Ha? Já, já. Já, já. Þetta er svona, sko, þetta er nefnilega það að fylgja eftir hérna þessum tímareglum. Það kostar tíma hjá okkur. Já, sko, svo er það nefnilega. Nei, það er nefnilega það sem er. Það er alveg, ég held að það var alveg skoðandi að, já, það hérna kom ábending það að fara að taka upp að hérna hvernig á ég orða þetta? Já, viðurlög við það að menn skili sér ekki á réttum tíma. Og þetta er einmitt, hérna, ég var að heyra frá einum sem að fór hérna frá klúbbnum, var að spila á erlendis á mótum. Þar voru þeir með þetta svona, þeir voru með til dæmis hérna á einu mótinu, þá var það þannig að þegar þeir fóru á stað, þá fengu þeir grænt spjald sem þeir sett á hérna kerfurnar. Eftir 9 holur, þá var tekin, hérna, þegar þeir kom inn eftir 9 holur, þá var tekið skorið af þeim og líka tíminn. Og ef þeir voru eitthvað seinir, voru orðnir aðeins seinir, þá var græna spjaldið tekið og þeir fengu gult í staðinn. Og síðan var þetta á 3 holu fresti eftir það, og ef þeir voru orðnir mjög seinir, þá voru þeir konur með rautt spjald. Og ef þeir skiluðu sér á 8. holu með rautt eða gult spjald, þá fengu þeir viðurlög. Og það var bara hérna víti á hollið allt saman. Þannig að það er ýmsar leiðir sem menn eru að nota til þess að hérna, leysa þessi leikræða mál sem að útheimtir ekki mikla vinnu. Ég held að þessi útgáfa okkar hérna sé svo sem að útheimtir langmesta mannskapinn og langmestu vinnuna. Og sennilega höfum við langminnsta fólki til að gera þetta. Því miður. Já. Minnst á takmarksjálf. Ég að taka það kerfi núna frá með 1. júlí. Við vorum með það fyrir 5-6 ára fyrir því. Já, það kerfi, já, jú, við pröfum það hér eitt sumar. Jú, mjög flott. Já. Lækka leik. Já. Tímanum úr 4:20 ekki, undir 4 tíma. Jú, og við höfum haldið í þar síðan. Það er hérna, kom ábending það að GR væri að taka upp kerfi sem heitir takmarksjálf, sem að þetta kerfi virkar þannig að það fær hvert holl GPS-sendi sem er hengdur á sett. Þannig að það er alltaf hægt að sjá hvar hollið er á vellinum, allar hringinn. Og svo skila menn þessum GPS-sendi þegar þeir komið í hús aftur. Og það sem er langsniðast við þetta kerfi er það að ef að menn gleyma að skila GPS-tækinu, það getur alltaf séð hvað tækið er. Þetta var mjög einfalt að hérna þegar menn fóru óvart heim með tækin sín, þá fórum við bara inn í kortið og við athugum hvar er tækið. Og það var yfirleitt þá komið heim til viðkomandi aðila og þá var bara farið í síman og athugað býtu hvaða hús er þetta. Og hver býr í því og svo var hringt í viðkomandi. Og tækið kom tilbaka aftur, þannig að þetta var mjög þægilegt hvað þetta var. En þetta var, hins vegar við töldum þetta að vera allt og dýrt. Þetta kerfi. Þetta var, það var einhverjar milljónir í hérna stofnkostnað og svo var gjald fyrir hérna árlega að vera inn á þessu kerfi. Í sjálfu sér
gerir þetta kerfi ekki mikið annað en það sem að hitakortið í gólfboxinu gerir, nema að því leytinu til að þarna veist alveg nákvæmlega upp á meter hvar tækið á meðan gólfboxið þannig að það reiknar allt út miðað við það hvenær skorið sett inn í gólfboxið. Þannig að ef að menn gleyma að setja skorið inn í gólfboxið, þá kemur ekkert neitt inn á hitakortið. Fyrr en þú setur næstinn skorkort, þetta 2-3 holur. Og þá kemur bara millibilið eldrautt. Þannig að það svona helsti ókosturinn við að nota gólfboxi í dag. Það vantar eiginlega að breyta gólfboxinu þannig að það sendi inn upplýsingar staðsetningar leikmanna. Þannig að við þurfum ekki að vera að fylgja þessu eftir með skorinu. Þetta virkar þá á venjulegan dag þegar venjuleg fólk að Já, við notuðum þetta þetta trackmannsjál alla dag. Það eiginlega það sem að ég náttúrulega horfa í. Já, þetta var mjög þægilegt hvað það varðaði að fylgjast með leikmanna hér á vellinum og hvort að menn væru að eitthvað að drolla á og svona. Var hægt að senda mannskap þangað út. En að vísu vorum við með þetta fyrir þá daga sem við vorum byrjuðum með vallareftirlitið. En nú vallareftirlitið hér sem hefur það hlutverk að fylgjast með leikmanna. Það er staðlega. Já, í þessu tilfelli þá getur farið beint á svæðið en ekki fyrir að keyra allan öllum. Nei, þú bara ferð, þú getur, þetta mótin sem við notaðum með þetta er fyrsta mótið þar sem dómarar gátu setið bara upp í mótaherbyggi og horft á sjónvarpið. Þannig að þar sáum við alveg nákvæmlega hvernig leikurinn var að þróast og gátu fylgst með því þar. Þurftum ekki að vera út á velli nema við vorum kallaðið þangað. Og senda svo dróna á Já, það skoða. Við erum með dróna líka, sko. En þessi Marsja, Já. það var svo mjög skemmtileg félagsleg tilraun, það var til þess að allir spáðu miklu meira í þessu. Já. Voru duglegri. Já. Og enda á því að við náðum spiltímanum niður í rúmarflóðanum. Já. Já, já. Við í meistaramóti og það var einmitt. Var ég ákváðið ekki að við erum að halda 4 klukkutíma eða eitthvað? Jú, við fórum niður í 4 tíma eftir þetta með leiktíman. Því að það er alveg hægt að spila þennan völl hér á 4 tímum og ánvand hvaða, sko. Þannig að það er hægt að vinna svona í þessu, en þetta var bara svo svakalega dýrt, maður. Það var ástæðan fyrir því að var ákveðið að taka þetta ekki, sko. Það var alveg kostnaðurinn við þetta. En þetta var stórsniðugt út af fyrir sig. En þetta þýðir það að maður þarf að vera með ansi mikið af tækjum þegar maður er að nota þetta. Því að þetta er sendt út eitt hring og svo fer tækið í hleðslu. Þannig að þú getur ekki notað alveg strax aftur. Og þá þarf að vera með aukatæki að senda út. Þannig að þegar verið er að spila eins og var hvað það var í fyrradag hjá okkur. Við vorum með 4 manna hol frá klukkan 7 til klukkan 6 kvöldið. Það voru allir árstímar bókaði með 4 manna holum nema 6 hol sem voru 3 manna. Og eftir klukkan 6 þá fór hins vegar að vera detta inn 1 og 1, 2 manna hol. Og á svona degi þarf maður að eiga ansi mikið að tækjum. Ef maður ætlar að kófura þetta. Ok. Ég ætla ekki að Já. Nei, það er bara 1 tæki á hvert hol, sko. Nei, ég segi að það verður annað hvort hol sem að færi ekki. Það er hægt að gera það svoleiðis líka, sko. En það er langbest að setja þetta á
hvert hólf fyrir sig. Væri kannski hægt að gera þetta ódýrara með því að vera bara með sko ytrabyrðið á tækinu, þannig að annarkvært hólf er með svoleiðis og hitt er með einhver innvolsi í. Þannig að menn viti ekki alveg hvar þeir eru sko með þetta. Ok, þetta er þessi leik hraðamál sem alltaf eru til umræðu og spurningin sem alltaf maður fær alltaf í tengslu við leikhraðamál. Hefur einhvern tímann verið veitt víti út á leikhraða? Ég hef gert einu sinni bara í meistarmóti sko. Já. Leikmaðurinn hann trópaðist alveg sturlaðist. Já, ég get alveg trúið því. Já, hann var búinn að eyðileggja hringinn hjá meðkeppendum sínum og öllum deginum á eftir sér sko. Þannig að við erum alveg saman með eyðileggja daginn hans sko. Já, það var allt í lagi. Það er að vísu sko reynsla mína þessu er svo að það er nóg að koma og tala við menn og gera þeim grein fyrir því að næst verður maður ekki svona mjúkur, heldur það verður bara víti næst. Og þá yfirleitt herða menn allverulega leikinn sinn. Og í talnum í 4 daga móti þá borgar sig að gera þetta á fyrsta degi. Og yfirleitt passaði sig eftir það. En það er svona, sko, þegar að miða við eins og þetta er sett upp, sko, hvað á að gera, þá er ansi löng leið frá því að byrja að taka á þessu og þangað til að víti er beitt. Og í mörgum tilfellum þá erum við að tala um það að þegar maður byrjar að taka á þessu og fer síðan að geta beitt vítinu, að þá er í rauninni leikmaðurinn nánast búið með hringinn og búinn að skemma verið hellinga með fólki. Sko. Þegar maður geti alveg, sko, maður þarf að vera alveg á tánum að fylgja þeim eftir með þetta. Þannig að það er svona, þetta er svolítið svona löng leið, sko, þetta er hérna, sko, það er ein tímamæling umfram hámarkstíma, það er bara áminning. Og annari tímamæling umfram 1 högg í víti, 3. tímamæling 2 högg og 4. tímamæling þá er þetta orðið frávísun. Þannig að það er svona, já, mín reynsla allavega segir mig það, þegar maður er búinn að tala við leikmanninn, þá er hann ekki lengi að spila allavega þá braut og næstu. Þannig að ef það eru 2 hólur alltaf sem að liggja á milli, þá er þetta 8 hólur sem tekur að vísa leikmann úr keppni. En ég hef aðeins stytt með leið í þessu, ég veit ekki hvort að það er alveg í samræmi við reglurnar, en það hefur virkað. Ég einfaldlega tímamæli menn á þess að þeir vita af því. Ég náttúrulega gefur kost á því. Já. Og Ef þú tilkynir manni hans er konur að holda upp kominur og klukku, já. þá hlaup það. Já. Það er nefnilega, sko, ég tímamæli menn og þegar ég sé að þeir eru að fara umfram í talnum, ef að ég er búinn að sjá að, sko, fylgjast með þeim og sé að þeir eru alveg við mörkin eða umfram mörkin. Talnum, þeir eru langt umfram mörkin. Og ég fer að tala við það og þá veit ég þeim áminningu strax. Og segi þeim bara næst eru þið að fá víti. Næst í tímamælingur. Ok, en ég ætla að líka fara aðeins yfir staðreglur hegðun og eins og hinar staðreglur, aðalega að kasta þessu upp vegna þess að þarna eru engar konkrét reglur. Það er engar, sko, við getum ekki alveg sagt, sko, eins og með umferðarlögin að aka yfir á rauðu ljósi og það er ákveðin sekt. Hér er þetta svolítið svona, það er svo margbreytilegt sem að getur gerst við golfleikin. Það sem við gerðum það var að reyna að flokka brotin aðeins niður, minniháttar brot, almennt brot, alvarlegt brot og mjög alvarlegt brot.
og tína til svona örfá tilvik sem að falli undir hvern flokk fyrir sig og síðan hvernig tökum við á þessu með ámenningu, víti og frávísun eftir í hvort fyrsta, annað, þriðja eða fjórða brot. Og eins og þið sjáið það frávísunum færist alltaf framar eftir því sem að brotið alvarlegra. En ef eitthvað svona kemur upp, þá það þannig að við þurfum í fyrsta lagi við að meta undir hvaða flokk fellur þetta. Þetta minni háttar, almennt, alvarlegt, mjög alvarlegt. Og þurfum svona að reyna að meta það út frá þessum lýsingum sem þarna eru. Við fórum ekki að setja inn fleiri dæmi þetta því að við vildum halda reglunum bara sem allra styðstum og síðan að útdeila broti í takt við þetta. Í mínum huga þá það þannig að þessar reglur þær taka á svona velflestum eða við getum tekið á velflestum hegðunarbrotum út á vellinum með þessu og ef við beitum þessum reglum og vítum leikmanninn þá fylgir því ekki að mínu mati að það eigi að tilkynna og viðkomandi brot og senda inn til aganefndar til meðferðar. Með því að tekið á þessu út á velli og leikmanni veitt víti, þá búið að afgreiða hegðunarbrotið. Á það líka við eins og þessi alvarlegt eða mjög alvarlegt brot, minna það var rangt við. Á það ekki að fara í dómarapíslu og tilkynna aganefnd? Jú, það þegar við komum í neðri hluta, þá erum við í rauninni að tala meira það sem ætti að fara líka fyrir aganefndina vegna þess að aganefndin, hún getur ekki úrskurðað eitt högg, tvö högg í víti eða eitthvað svoleiðis, en hún getur hins vegar veitt áminningar og síðan sett leikmanninn í bann. Svona eitt af því sem við höfum rætt í aganefndinni til dæmis, það mjög alvarleg brot líkamsárás. Þetta sem við töldum vera toppinn af því eða botninn af því sem gæti gerst út á velli. Því að spurningin var að því að við höfum 2 ára banntíma sem við getum úrskurðað að leikmaður fari 2 ár í keppnisbann. Og það var svona spurning hvernig eigum við að flokka brotin með hliðsjón af þessari tímalengd. Hvað á að úrskurða með tímalengd þegar svona að ræða. Og það var svona, við settum það einmitt líkamsárás, það væri bara 2 ára frávísun. Við erum ekki með lífstíðar frávísun. Þannig að þetta það svona ákveðin mál sem ættu að fara til aganefndar og til meðferðar. Og það aðalega þegar að ræða þessar 2 liði. Það var rangt við svindla og líkamsárás eða árás á aðra aðila. Og eins og þið sjáum við erum til þess með það að kasta kylfu í bæðiskasti frá sér, bæði sem almennt brot og alvarlegt. Og það sem að munurinn á þessu það að menn kasta kylfuna frá sér, bara eitthvað og allt í lagi með það, þetta bara gras sem hún ber. Eða ef hann kastar í þannig að þetta lendir nálægt einhverjum einstaklingi og hefði getað orðið alvarlegt fyrir hann. Menn verða aðeins að hugsa og áður en þeir halda áfram. Þetta hættuleg tæki sem við erum með. Næsta setningi sem skiptir máli
Já. sérstaklega í stærri mótum. Já, það er nefnilega það sko. Að þegar að menn fara hérna, þegar við erum að taka á svona brotum, þá sjáum við að þetta er fyrsta, annað, þriðja og fjórða. Og þarna erum við að tala innan mótsins. Ef að er að ræða 4 daga mót og menn brjóta af sér á fyrsta degi og svo gera eitthvað á 3. degi og 4. degi, þá telur hérna, þá detta inn strax í annað brot. Það er annað brot ef þeir brjóta af sér aftur. Og þetta er ekki á hringnum heldur á mótinu sem það er. Við erum því miður ekki með möguleika til að skrá svona niður þannig að menn safni þessu yfir sumarið. En þar komum við að því ef að menn eru að brjóta af sér aftur og aftur. Þeir eiga greinilega við einhver vandræði að etja. Þá hérna er hægt ef einhver heldur því saman að vísa málinu áfram til hérna aganefndar, til meðferðar. Nú, já. Er kannski mál sem að málsreifingin þyrfti að taka á. Já. Það er málsmeðferðartími í málum sem er vísað til nefnda eða dómstóla. Já. Það er sko, ég get sagt ykkur það til dæmis hérna. Já, það er spurningun málsmeðferðartíma þegar að málum er vísað áfram til hérna nefnda eða dómstóla. Og það er að þessi málsmeðferðartími hjá golfsambandinu á málum er að mínu mati rugl. Það er farið að reka almenn brot í íþróttum eins og meðferð sé að ræða hjá dómstólum landsins sem mér finnst algerlega út í hött. Tíminn sem fer í þetta er óheyrilegur. Þeir sem að sitja í úrskurðarnefndum og dómstólum hjá GSÍ til dæmis, þetta er ólaunuð störf. En sko, frægasta dæmið sem að við fengum hérna í fyrra úrskurðar, það bara hjá aganefnd allir vinnutíminn sem fór í það eina mál hafi ekki verið á 300. Þetta er sko, það segir sig sjálft svona mála eða svona meðferð er náttúrulega út í hött. Og þetta tekur allt og langan tíma. Við sjáum þetta í öðrum íþróttagreinum þegar að menn fá gula spjaldið og rauða spjaldið og þeir lenda inn í aganefndinni. Aganefndin er bara búin að úrskurða eftir 2 daga. Það er ekkert verið að bíða með það eða neitt slíkt. Og það er líka mínu mati hvað aganefnd getur úrskurðað langt bann. Þannig að þeir sem að eru í málinu geti áfrýjað í áfram til dómstóls og áfram til áfrýjunardómstóls að það er allt of stuttur tími. 3 mánaða keppnisbann og þá getur við áfrýjað til dómstóls. Allt of stuttur tími. Það ætti að vera lágmark hálft ár sko, sem að væri hægt að vísa. Síðan ef við tökum uppbygginguna til dæmis á aganefndinni og dómstólunum, þá er sama meðferð og sömu kröfur gerðar á öllum 3 stigunum.
Það er að segja, þú í rauninni ferði gegnum 3 dómstig áður en málið kemur á enda. Hér í almennu dómstólum eru bara 2. Það er héraðsdómur og landsdómur. En ef þú brýtur aður í golfinu, þá ertu komið 3 dómstig. Sem að er alveg út í hött. Að mínu mati. Þegar þið voru að breyta þessu, þá hefðu þeir átt að breyta því þannig að úrskurður maganefndar mætti vísa til áfrýjunarnefndar. Ekki dómstóls og svo áfrýjunarnefndar. Á mínu mati. Þannig að það er ýmislegt sem að er í þessu og þetta er að taka allt og langan tíma og útheimtið allt og mikið sko. Við erum að tala um að þetta er íþrótt. Við erum ekki að tala um atvinnumanna íþrótt. Við erum að tala um áhugamanna íþrótt. Og að vera með svona uppsetningu finnst mér bara út í hött. Ef að menn ætla að halda þessu áfram, þá ættu þau bara að mínu mati að setja þetta upp þannig að úrskurðir aganefndar eru kæranlegir til héraðsdóms og reka það þar. Og þá geta þau farið með áfram með til landsdóms. Það er svona, þetta er orðið ómikil flækja að mínu mati. Þetta er líka eins og í þessum úrskurði sem þú varst að vísa til að þar er í úrskurðinu vísað í almenn lög hér á landi. Það er vísað í málsmeðferð. Já. Já, ég er búinn sko. Já, þannig að það er spurning að nafnið taki við. Já, ég ætlum að byrja að gefa fólki svona smá vinnutur standu upp og finna bollar og skóðsandi og svo veist. Það er að loka okkur sjálfsögur að 5 mínútur. Það er svo. Þegar það er greiðmest. Já, við ætlum að taka okkur svona 5 mínútur hlé núna áður ég held áfram. Fólk komist á salerni og geti fyllt á kaffibollann. Hann getur alveg
búin að vera að fara sem Hún er með þarna. Já. Við erum í þessu Ég veit ekki hvernig það Já, ég get vel það. Jæja, ef við ekki bara að fara að halda þessu áfram og tími líður. Já, ég sem sagt heiti Sigurður Hallbjörnsson og Gorkumur Vatnsleysustrandar, en ég ætla svona aðeins að fara yfir sem sagt niðurröðun dómaramót í sumar en ætla að byrja smá tölulegum upplýsingum. Það er sem sagt fjöldi dómara sem eru á meðal okkar í dag. Það er sem sagt við eigum í dag 11 alþjóðadómara og þar af þessum 11 alþjóðadómurum eru 9 á höfuðborgarsvæðinu og 2 á landsbyggðinni. Suðurnes sem tengst við landsbyggðina líka. Svo erum við með 26 landsdómara en það var þess geta og á morgun sem sagt próf fyrir nýja landsdómara og það eru 11 skráðir í það próf, svo vonandi eykst fjöldinn á landsdómurum bara á næstu 2 vikum. Og svo erum við með 255 héraðsdómara og þar af þeim eru 158 á höfuðborgarsvæðinu. Við fengum 29 héraðsdómara í vor og það voru mun fleiri skráðir á þess að héraðsdómaranámskeiði en það er oft þannig að menn eru skráð sig á námskeið og fylgjast með og margir hafa meira þess að réttindin þeirra eru að nota þetta til þess að rifja upp sem er bara í besta mál og ég hvet dómara endri til þess að
fylgjast með fyrirlestunum þegar við höldum héraðsdómaranámskeið. Þetta er fínasta upprifjun og eins og það voru hátt í 70 manns skráðir á héraðsdómaranámskeið en það voru 20 sem stóðust próf. Einhverjir örfáir sem náðu ekki þá erum við með dómara í ár sem eru með réttindi. Það eru 292 dómara og við höfum yfirleitt svona þegar það kemur til kasta dómaranefndar að þegar við erum beðnir aðstöðum að raða niður á mót þá förum við í svona ákveðna goggunarröð. Helst viljum við að sem flestir alþjóðadómarar fái verkefni og síðan förum við í landsdómara og svo að lokum í héraðsdómara því að það eins og við vitum mótin eru svolítið flokkaskipt og eftir reglugerðum og annað og það það sem við komum til við líka að vera ekki að sækja vatni yfir lækinn að við reynum að leita til þess dómara sem er næstur því móti sem er verið að biðja aðstoð í að minnka ferðakostnað og annað sko. Ég flokka þetta svona aðeins út, tek þetta svona mánuð fyrir mánuð og þið sjáu að fyrsta móti er hjá Golfklúbbi Suðurnesja og Halldór Smárason mun sinna því og svo er vormót hjá Nesklúbbnum og þeir munu sjá að manna það mót sjálfur líka, fekk ég að vita í morgun og síðan er unglingamótaröðin 15.18 í Sandgerði og það er komnir dómarar á það mót. Hvað er þetta vorum? Þetta eru mót, sko, stigamót sem klúbbarnir eru að halda, sko. Já, ok, þetta er meistara, stigamótaröðin. Já, sem að því að nú heldur GSI þessi mót ekki lengur, heldur þeir gera samning við klúbbarna, klúbbarnir sem sagt halda þessi mót, en þau telja inn á stigalista hjá GSI. Það bara kannast ekki ná. Ekki þessi mót. Það eru bara 4 mót að telja á stigalista. Það er ekki þessi mót lengur? Nei. Bara eitthvað nýjum. Já. Landsmann. Já, þetta er alltaf að verða í gær, afsæðandi og húbúti. Já, ok. Já. Ok, þá byrst ég bara vel með ég hef ekki kynnt með það nógu vel en þessi mót allan eru í góðum höndum. Svo förum við í júní og þá fær aðeins að aukast fjöldum í mótunum og ef við sjáum þetta nú þá er þarna mót, heimslistamót 10. og 11. júní sem er mánudagur og þriðjudagur í Kiðabergi. Þeir hafa beðið dómaranefnd aðstoð að manna það mót og við höfum ákveðið það að bjóða einhverjum nýjum landsdómara að spreyta sig á þessu móti ef áhugi fyrir hendi, annars erum við komið með mann til þess að taka það mót en okkur fannst það í hæfi að útlista verkefni til nýúrskurðar dómara og sem þetta gæti orðið fín reynsla, þetta er 2 daga mót og þetta en við náttúrulega munum vera viðkomandi innan handar og aðstoðar. Svo sjáum við þarna að þessi Golf 14 sem eru eins og við vorum að tala þetta eru svona meira gert upp á leik og skemmtun hjá þessum 14 ára yngri. Svo það þarf ekki dómar þar. Nú, Íslandsmóti holukeppni karla, við höfum ekki fengið staðfestingu frá Leyni en við reiknum með að Viktor, en hvernig það? Er það ekki alþjóðadómur sem þarf að taka það mót? Jú, alþjóðadómur. Við höfum eftir að heyra í Leyni. Við höfum ekki fengið svar frá Leyni upp að hvort að þeir séu búin að semja við einhvern alþjóðadómara. Nú ef ekki þá gæti einhver alþjóðadómari fengið símtal frá okkur. Það verður bara kemur ljós núna strax þetta helgina. Ég reyndi að hringja í Rakel í gær, hún svaraði ekki sko.
og en sem sagt önnur mót þarna eru mönnuð í júní. Og Íslandsmótið í höggleik hjá GS og ég talaði við Sverri í gær og það kom beiðni frá honum af því að hann hafði ekki áttað sig á því að það þyrfti alþjóðadómara í það mót og við ætlum að vera þeim í samvinnu þá að manna það mót. Svo sem sagt Íslandsmót golfklúbba önnur deild kvenna á Flúðum sem við höfum ekkert heyrt frá Flúðamönnum varðandi það mót. Það verður þá leyst bara í samvinnu við þá þegar að við fáum beiðni eða upplýsingar frá þeim ef að þeir eru ekki búin að manna það sjálfir. Við höfum ekkert heyrt frá Keilismönnum en ég reikna með að þeir græi þetta ólíka mót á samt öðru móti sem þeir eru með. Keilir og það verðum að laga dómarann. Já, ég hef ekki áhyggjur af þeim. Svo þetta sést nýlega, ég er ekki svo færasti á tölvur, en það þarna, sem sagt, Hornafjörður, og hann Nesklúbburinn sem en ég heyrði Nesklúbbmönnum núna áðan og ég hugsa að þeir græi þetta mót hjá sér, en svo þarna mót, Íslandsmót golfklúbba 5. deild með haldin á Höfn í Hornafirði og þeir hafa sent okkur beiðni að aðstoða við mönnun á því móti og eins vantar dómara í Þorlákshöfn á Íslands 3. deild kvenna sem sagt ef af verður. Þetta með fyrirvara skráningu í það mót að ef að næg þátttaka fæst þá verður það mót haldið en ef það engar sveitir sem skrá sig í 3. deildina þá náttúrulega fellur það mótið fyrir sig. Og eins Íslandsmót golfklúbba þannig Bólugavík sem að við vitum ekki stöðuna á ennþá. Þeir eru búin að biðja aðstoð svo ef einhver hefur áhuga að taka það mót að sér og þessi mót sem vantar dómara í, ef einhver hefur áhuga að sinna þessu mótum þá bara að gera að hafa sambandi við okkur og það letti bara fyrir okkur og þetta svona það sem stendur út af hjá okkur í dag þetta eins með Bólugavík, það fyrirvarinn með 4. deildina ef næg þátttaka fæst í Íslandsmót golfklúbba 50 ára eldri 4. deild. Það hefur verið svona held ég verið fyrir að það hefur verið 1 eða 2 sveitir sem að stóðu út úr eftir 3. deildina sko. Og það svona fer kannski verða grundvöllur fyrir að hafa bæta við deildum en þetta fer allt eftir sko. Ég held að skráningafresturinn sé renni út núna í júní, svo þá kemur það í ljós. Og svo þarna þessi 2 mót í september sem búið að geringar búin að ganga frá svo. En þetta svona það sem eins og þetta lítur út frá okkur. Ég setti ekki inn þarna leikmótaröðina því að þeir hafa yfirleitt séð að manna sín mót sjálfur. Að við hafa samið bara beint við dómara og en eins og sé, fleira það ekki frá mér nema að það sé einhverja spurningar frá okkur. Það eitt mótið viðbótarna í júní. Já. Það Midnight Sun mótið, unglingamót, stigamót. Það verður haldið hérna. Já, Sigurður Geirsson var að benda að það vantar þarna inn
mót hérna sem verður haldið hjá golfklúbbnum í Mosfellsbæ í júní, stígamót Midnight Open. Þeir félagar Sigurður og Daði Baldur munu hérna sjá það, svo það kemur ekki til okkar kasta að manna það. Ég ætla að ítreka bara sem að byrja á, þessi upplýsingar við höfðum í gær, þetta uppkasta mót frá GSI og ekki endalega veitlust þeim, þannig að gæta eitthvað treystum. Eins og Bergsveinn að benda á, þetta eru hérna með þær upplýsingar sem við höfðum klukkan 6 í gær. Þetta er uppkasta mótorka og hún getur breyst og hérna og endilega ef að fólk hefur áhuga á að taka sig mót, að endilega vera í hérna, senda bara póst á dómaranefndina og hérna við viljum náttúrulega dreifa álagi á sem flesta og sem flesti fái verkefni. Því þar fáum við reynsluna og eins er gott að geta það að við í dómaranefndinni við verðum ekki með neitt sérstakann dómarasíma. Við prófuðum það fyrir nokkrum mánuðum síðan og það var lítið álag á þeim síma en við erum með okkar síma og mann er með frjálst að hringja hvenær sem er og óska eftir aðstoð og við erum boðnir og búin til þess að aðstoða menn. En ég segi ef það er einhverjar spurningar. Nú ef ekki þá ætla ég að gefa henni Sigrúnu orðið og leyfum að fræða okkur aðeins. Já. Það voru ekki stórt og mikið mál sem ég ætlaði að ræða hérna. Við vorum aðeins að tala í vetur, hvað við gætum gert betur, það rímaði þetta svo vísa. Og við vorum að velta fyrir okkur að senda út núna á næstu dögum eða vikum skoðanakönnun á alla dómara, bara til að kanna hvað við gætum gert meira. Það við verið að fá svolítið spurningar heimasvæði, verið að kalla eftir ákveðnum gögnum og það er spurning bara hvaða gögn fólki finnst og dómurum að vanti kannski þarna inn eða ef það er einhverjar tillögur að efni sem ætti að vera þarna. Svo líka bara spurning hvað við getum framleitt, hvað efni við getum búið til sem að væri eitthvað til aðstöðar. Og svo erum við búin að fá svolítið tala gjaldtöku og gjaldskrána fyrir dómara en þetta er alltaf svona 2 manna tala einhvers staðar út í horni. Þannig að við ætlum bara að setja inn í þessa skoðanakönnun sem er nafnlaus og ekki rekjanleg. Spurningar þetta bara til að reyna að fá aðeins upp á yfirborðið hvernig þetta í raun og veru er og hvað dómurum í raun og veru finnst. Sumir eru bara að gera þetta í sínu klúbb og eru bara að fá stundu greitt og stundu félagsgjaldi og alls konar. Þannig það bara, en svo eru bara einhverjir sem að vilja fá greitt og eru með skoðun á því. Þannig að það er bara ágætt að maður bara viti þá, við viljum bara aðeins fá þetta upp á yfirborðið. Eins viljum við bara aðeins benda á Facebook síðuna, hún er þarna inn á Facebook síða, hún heitir Góldómarar, mjög einfalt nafn. Það er spurning, hún er kannski ekki nógu mikið nýtt, fólk á bara að vera aðeins óhræddara við að spurja og ræða hlutina. Það er allt í lagi. Þannig að við vildum bara kannski aðeins impra á henni. En þetta var nú það sem ég ætlaði að ræða. Það var alltaf sumt. Svo er það bara önnur mál, Beggi. Það var hvað ég snögg. Svona vil ég bara hafa þetta, sko, bara nýtt miðað og snöggt, sko. En hérna... Mun formaðurinn svara á Facebook líka? Næst önnur spurning. Hann er að skjóta að því ég er nefnilega ekki á þessari Facebook. Ég var eftir að ég segi frá því að Vísa sem ég var að vinna, ég kom á starfslokkasamningu eftirlaun að þeir voru að taka upp fyrirtækja Facebook. Þá sagði ég nei, nú er ég farin. Við tókum upp í byrjun apríl, við hætti 1. apríl. En önnur mál, maturinn er klukkan, þeir sem er í salnum, hann býr eftir 2 mínútur. Þannig að ég ætla ekki að vera lengi, en önnur mál er ekkert mörg að dagskrá. En ég er með nokkra glærur sem að önnur málin er alltaf þessi, sko. Við stefnum alltaf á haustfundi dómarnefndar í október, bara svo þið vitið að því. Og það er léttur hádegisverður í boði GSI uppi, nú rétt bráðum, fyrir þau sem er á staðnum. Við erum ekki með heimsendingaþjónustu út á land. En ég er með nokkra glærur í viðbót.
svona 5-6 glærur sem ég ætla að rúlla í gegnum. Ég ætla ekki að fara yfir þær, ég ætla bara að fletta þeim í gegn til þess að það fari inn í kynninguna, þannig að menn geta þá að skoða þær rólegheitum. Og það er umræðan golfbók og rafræna skráningu. Þetta glærundarsýning fyrra. Ég bara ákvað að kaupa þær inn og ég ætla bara að rúlla þeim, láta stoppa stutt, þannig að maður geta bara pása vídeóið og lesa þær. Því að mín skoðun á rafræni skráningu í alvöru mótum er svo að við eigum, ef við ætlum að rafræna skráningu, þá þurfa allir að skrá og vera með rita, eins og golfbók býður upp. Þetta að 1 skrá fyrir 4 finnst mér ekki uppfylla skilyrði golfregla. Það er mitt mat. Þóður. Hvað er vandamálið með þá hverfalda sem ekki eru með snjallsíma? Ég veit að vandamál með þá sem er ekki fjarsíma, ég er alveg sammálaður. En ef við ætlum að fara í rafrænt, þá finnst mér sjálfum bara mikilvægt að kylfingurinn geti staðfest sitt skor. Að hann er ábyrgur við sínu skorkorti og verður að geta staðfest það formlega. Að móttaka skorkortar rafrænt og menn fara yfir, ef þú ert ekki með skráð sjálfur, ætlar að vera með pappír líka til þess að geta yfirfærið og kemur í hús. Mér finnst þetta að vera svona alveg á mörkum þess að vera í lagi, en við höfum örugglega að ræða þetta betur, en ég ætla að rúlla þessum glærum hérna, bara svo að það sé inn í kynningunni, að þetta er sem sagt, ef ég maður rétt, þá var Sæmundur með þessa kynningu í fyrra, og þetta er bara upprýðum frá fyrra ári, ég ætla bara að setja þessar glærur. Þetta er rafræn undirritun skorkorta í mótum. Þetta er þarna bara að vísa á hvað golfbók getur gert. Við gátum áður bara sjálfur, núna þetta verið með ritara tilnefndan og við getum sem sagt staðfest móttökur skorkorta. Hérna er slóð inn á, eða kópir þessa slóð og peistið inn í frá sér það fáið þessar leiðbeiningar. Þetta er bara leið inn í leiðbeiningarnar. Þetta sjáum bara að þetta er liðarskráning, dæmi hvernig golfbók sem sett upp fyrir þetta. Staðfesta mætingu rástíma, þetta er almennt golfbóksi líka. Þetta þekkið þeirra að mæta. Kannar QR-kóða á þetta bara fyrir klúbbarni, ég ætla bara að setja þetta upp. Ekki til að fjalla mikið um þetta hér, en þetta er síðasta glæran um þetta. En aðal tilgangurinn með þessu var rauninni að setja þetta upp. Þetta er slóðin og þarna er ennþá leiðbeiningar hvernig getur notað rafræna undirritun skorkorta í golfbóks. Þannig að fleira vorum við rauninni ekki með á dagskránni. Klukkan er núna 11:47. Við ætlum að vera 11:45 upp í matsal, þannig að ég vil bara þakka öllum sem er á netinu og þeim sem mætti sal fyrir byrjaða spurningu sal. Já. Ég langar að þakka þér sérstaklega í upphafi að vinna menn á reglugerðina. Af því að ég var búinn að samþykkja að vera með Íslandsmótið í leirunni. Svo las ég reglugerðina og þá sá ég hafði ekki fóð réttindi. Og í annan stað þá fyndist mér að þessi fundur ætti í raun að samþykkja áskorun á GSI gagnvart þessu hraða sem að Sigurður kom inn á, með úrskurði og annað. Þetta er náttúrulega galið að atvik sem gerist 12. ágúst og það sem er úrskurðað 28. febrúar. Ég lenti sjálfur í þessu fyrir 3 árum að þurfa að kæra og þegar úrskurðarnefndin hringir í mig, þá sagði ég er búinn að gleyma því hvað gerðist. Ég fundur mig að það þarf. Ég skal, Halldór er að segja ánægð með að það ekki allir á reglugerðum, hann tók á sér smá svona, já, hann hefði ekki lesið kynsir reglugerðir og svo hinn staðinn að fundin áleitu hraðamál í úrskurðum. Ég held að þessi fundur sé ekki til þess bæra að úrskurða en ég skal senda í nafni góðdómara eða dómarnefndar ábendingum að efni til GSI. En ég myndi ekki vilja gera einhverja formlega samþykkt
upp á móti einhverju eða þá þurftu að, Sammála að þessu þurfa að breyta. við erum sammála að þurfa að breyta, við erum kannski ekki löglærð og vitum ekki hvernig að breyta sig, hvað er hægt að gera. Þannig að ég vil ekki vera að koma með eitthvað, sko, í mínum hefur það svo auðvitað að gagnrýna, þú veist, og ég er alveg sammála, hann var alltaf að laga þetta, en ef ég sendi inn erindi þá hefði ég viljað segja, þetta er ekki gott, þetta er beturlega. Ég hefði viljað, sko, að ef við álitum eitthvað að segja, okkur líst vel á þessa tillögu hér, getið þið farið þessa leið eða eitthvað, að það sé eitthvað svona, að við séum að rýna til gagns að segja þetta væri betra, að þetta væri, en til þess vil ég meina að við þurftum aðeins að vera meira inn í lögum og reglum til þess að geta raunverulega sagt einhverja formlega skoðun. Við þurfum kannski svona að reyna að koma okkur bara nær öðrum boltægum. Við erum öll saman þá og ég veit að ég var nú skrifstofu GSI í gær, menn eru almennt sammála þessu, þetta er of langt að taka yfir ár, keppstímabili lokið, þú veist, og allt það, refsingin jafnvel afturvirk og tekur þá bara yfir vetrartímann eins og dæmir annað slíkt. Auðvitað erum við ekkert sátt við þetta. En ég vil ekki samt taka það djúpt í árin að við séum fara að álita eitthvað formlega. En ég skal koma þessu ábendingum frá bundinum til GSI. Ég vona að menn séu sátt við það og konur. Ég vil bara kannski framhalda þessu að þetta er, ég held við séum allir sammála þetta, að ég er að bera bara upp þá hugmynd að við leggjumst aðeins yfir þetta í sumar, hugsum þetta, hvernig var þetta að breyta þessu og upp að við getum það jafnvel nota haustfundin í það að semja saman formlega ályktun til stjórnar GSI, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur, hvernig þetta væri hægt að breyta þessu. Þannig að við höfum tíma til að vinna svona og getum skilað þessu með formlegu hætti þá bara til stjórnar GSI að við myndum nota kannski haustfundi svolítið í að semja þessa ályktun og senda hana frá okkur í nafni Góðdómara á Íslandi. Aftur, ég heyr alveg og ég get alveg verið sammálaðið, við getum tekið þessu umræðu offline, skiljiði, en ég myndi fyrst vilja vita, er GSI að vinna í þessum málum? Það getur verið að þeir séu að vinna í þessum málum. Við séum ekki álita eitthvað og tróða þeim að tækja, þeir getur vel verið að þeir séu konur vel að vega með þetta, því að þetta er mikið í umræðinni. Þannig að ég myndi ekki vilja vera að búa til eitthvað þrýsthópa, eitthvað sem þarf ekki að þrýst á, eða vinna í gangi, skiljiði, þannig að við skulum að taka þessu umræðu, svona offline, vilt og sjá hvað er í gangi og taka þetta áfram þaðan, en alveg klárt koma sem ábendingum áfram. Þótti það? Ok. Þá held ég að við segjum þessu bara fundir lokið og takk fyrir þessu hlýttu og gerum það vel.